Góðan dag, kæru tilheyrendur. Gaman að fá að vera á skjánum hjá okkur og þakka ykkur fyrir að ég skuli fá að vera heima í stofu eða þar sem þið eruð að hlusta. Við höldum áfram að ræða Pál postula og postulatáknin og postulatíman sem að einkenndi líf þessa merkilega manns. Eins og þið vitið flest að þá var Pál postuli ekki einn af lærisveinum Jesú sem gekk með honum og fekk að reyna allt það sem að hinir postularnir höfðu fengið að reyna. Hann var ekki vottur þess að Jesús reis upp frá dauðum, hann var ekki viðstaddur þegar Jesús var krossfestur, en hann var kallaður til fylgdar við drottinn okkar og frelsara og það var vegna þess að hann var sekur dauða Stefáns píslavottar. Og blóðs Stefáns var eins og krafist af Páli og í stað þess að Páll væri líflátinn, tekinn af lífi og honum refsað vegna þess að hann var vottur að dauða Stefáns píslavottar, að þá var hann tekinn og settur inn í þjónustu Jesú Krists og drottinn notaði þennan mann til vitnisburðar sig, upprisu sína og frelsun þína. Það er svolítið athyglisvert líka þegar Páll ræðir þessa postula stöðu, táknin sem fylgja honum, einkennin sem að varða stöðu hans, að þá er svolítið fróðlegt að lesa Pál vegna þess að það kemur alveg berlega í ljós að þetta var ekkit öfundsverð staða að vera postuli. Þetta var ekkit það að vera komin inn í eitthvað flott ráðuneyti og hafa marga menn undir sér og vera kannski orðið ráðherra í ríkisstjórn himnaríkis. Nei, þetta var allt annað. Þetta var í raun og veru að honum hafa sendur sem fórnarlamb á meðal syndugra manna og hann bar Jesú Kristi vitni og í þessum þætti langar mig svolítið til þess að fara yfir þetta einkenni á lífi og starfi Páls postula. Og ég fer með ykkur inn í Kórinthubréfið. Ég nota Kórinthubréfið mest núna vegna þess að Páll hann notaði söfnuðin í Kórinthu sem sinn heimasöfnuð. Þar var hann mjög hagvanur og það var allt annað heldur en létt verk að vera í söfnuðinum í Kórinthu eða postuli þess safnaðar. Þess vegna skrifaði hann til dæmis 2 bréf til Kórinthumanna. Og Kórinthumenn, þeir fengu aldeilis að heyra og finna fyrir því sem að Páll sagði og allt miðaðist þetta því að Kórinthumenn gætu gengið inn í þessa þjónustu, gætu gengið undir það vald að verða Jesú Kristi lík, reyna að fá drottinn til þess að mynda sig og mynda þá til dýrðar frelsisins. Og þá komum við aðeins að þessu nokkru þáttum sem ég ætla aðeins að leggja út af í dag. Og ég fer með ykkur í 1. Kórinthubréfið, 4. kapitulan. Yfirskriftin á þessu kafla ráðsmenn og þjónar. Og þegar við skoðum hvað Páll að segja þá byrjar hann svona: þannig líti menn á oss sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Og þetta postuladómurinn í einkenni eða í kjarna sínum, að við erum að vera ráðsmenn Krists, við gefum það sem drottinn hefur gefið og við opinberum leyndardóma sem frá Jesú Kristi hafa komið fram. Svo heldur Páll aðeins áfram og tala við söfnuðinn og síðan í þessu sama kafla ræðir hann svolítið við söfnuðinn sjálfan sig og heyriði hvað hann segir. Ég ætla að fara með ykkur hérna inn í 9. vers þessa sama kafla. Mér virðist Guð hafa sett oss postulana sísta allra, eins og dauðadæmda á leiksviði, frammi fyrir öllum heiminum, bæði englum og mönnum. Við erum heimskir sökum Krists, en þér vitrir fyrir samfélagi eða við Krist. Við erum veikir, en þér sterkir. Og þér eruð í hávegum hafðir, en vér óvirtir. Og ef ég bara fer inn í þessi mál, þá sjáum við hvernig Páll dregur fram hið neikvæða og segir það vera einkenni á því hvað postulinn fær að reyna. Hann óvirtur, veikur, heimskur. Og það allt vegna Jesú Krists. Þeir sem á hann hlýða, þeir verða í stað að vera heimskir,
þá verða þeir vitrir. Í stað þess að vera veikir þá verða þeir sterkir og í stað þess að vera óvirtir þá verða þeir virtir. Þannig að orð Drottins hefur einmitt þessi áhrif á hvern þann sem hlýðir orðunum. Hann fær þetta jákvæða. En svo hitt, sá sem boðar þetta merkilega orð, hann getur setið í því að fá þetta neikvæða. Hann úthrópaður og útskúfaður og annað þess aftar. Þetta nákvæmlega það sama og Jesús Kristur talaði sjálfan sig. Jesaja, hann sá þessa mynd vegna hörmunga sem hann leið, urðum vér heilbrigðir. Vegna þeirra sára sem hann fékk á sig, urðum vér læknaðir. Þannig að það sama gerðist hjá apostulunum, eins og Páli, og var með Jesúm Krist. Við auðguðumst af fátækt hans, segir apostuli. Svo allt það neikvæða sem Jesús tók á sig, kemur líka yfir apostulan. Og allt það jákvæða sem Jesús gaf þér og mér, það kemur líka til þess sem hlýðir orðum Drottins Jesú. Á hverju læknast menn? Jú, vegna þess að Drottinn, hann tók á sig sjúkdóma, syndir og dauða. Og það kjarninn í þessu. Svo heldur hann aðeins áfram. Lesum þetta, hvað hann að segja. Allt til þessara stundar þolum við hungur, þorsta og klæðaleysi, oss misþyrmt. Við höfum engan samastað og við stöndum í erfiði og verðum að vinna með eigin höndum. Hrakyrtir blessum við, ofsóttir berum við, lastaðir ámunum við. Við erum orðin eins og sorp heimsins, afhrak allra allt til þessa. Og þetta ekki svolítið athyglisverður þáttur að einmitt þessi atriði skuli vera það sem Páll postuli leggur til þín og mín. Að þetta einkenni á hans lífi. Hver vill verða postuli með þetta yfirbragð? Hver vill ganga inn í þessa þjónustu með þessi einkenni? Og merkilegt við erum ekkert með neina postula í dag, við erum ekkert að kjósa menn til postuladóms. En tilfell að þegar þú fer að skoða hvernig menn boða þetta lifandi, heilaga, blessaða orð. Þeir sem stíga fram og segja þið satt, þeir fá yfir sig nákvæmlega sama og Páll postuli lýsti sinni ævi, lýsti sinni stöðu. Hann var vanvirtur, veikur, hann var hrjáður, hann var smánaður og akkurat það sama getum við sagt að hann var ofsóttur, lastaður, álitins í sorpheimsins, afhrak, það mátti þess vegna alveg eins losa sig við þennan óþarfa grip. Hann heldur áfram, vil aðeins að fá að nefna hérna við ykkur fleiri atriði, fara með ykkur núna í seinna Kórinthubréfið, því að hann skrifa svolítið nokkru sinnum allavega þennan þátt. Og ef við förum í 4. kapitula í seinna Kórinthubréfinu, þá þetta líka það sem að einkennir hans líf og í raun og veru alveg stórmerkilegt þegar hann segir í 7. versinu. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofuma kraftarins sé Guðs en ekki frá oss. Á allar hlíðar eru við aðþrengdir, en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir, en örvæntum þó ekki. Ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir. Felldir til jarðar, en tortímumst þó ekki. Jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesú til þess að einnig líf Jesú verði opinbert í líkama vorum. Því að við sem lifum eru jafnan framseldir til dauða vegna Jesú til þess að líf Jesú verði opinbert í dauðlegu holdi voru. Þannig dauðina verki í oss en lífið í yður. Og hér postulinn enn að benda á mismunin á því að vera boðandi, taka á sig krossin, eða þess sem fær að heyra og fær að taka á móti og öðlast það sem Drottinn ávann fyrir þig og fyrir mig. Mér finnst þetta orð passa afskaplega vel við mig og inn í þennan samtíma. Ég tek þetta orð til mín. Ég trúi því
að það sem að Páll postuli að segja hérna við okkur, hvað við fáum fyrir að hlusta og hlýða þessu heilaga orði, þetta afskaplega eftirsóknarverður arfur kristinna trúar. Og hér ekkert verið að spyrja þig hvort þú sett í hinni eða þessari kirkjudeildinni. Hér fyrst og fremst verið að spyrja þig, ert þú sama sinnis, ert í sama anda, ertu eins og Drottinn talaði um. Og það afskaplega athyglisverður þáttur sem að hér kemur fram. Þannig dauðinn að verki í oss en lífið í yður. Við höfum sama anda trúarinnar sem skrifað í ritningunni ég trúði, þess vegna talaði ég. Við trúum líka og þess vegna tölum við. Og hér við einmitt komin að tilganginu með því að tala. Við tölum þetta orð af því við trúum þessu orði. Og nú má við þetta spyrja, ekki eitthvað annað sem að passa við í dag? Á 21. öld við virkilega að tala um það sama. Við höfum reyndar upplifað það mörg hver að þeir sem vígðir menn til þess að flytja þetta orð, þeir hafa valið sér einhvern veginn þægilegri leið. Þeir vilja verjast höggunum, smáninni, ofsóknunum. Þeir vilja flýja að vera metni sér sorp. Þeir vilja njóta virðingar. Þeir vilja njóta þess að vera alltaf boðnir velkomnir og vera aufúsu gestir hvað sem þeir eru. Og ég segi nú bara eins og hver vill það ekki? Sál frá Tarsus, Páll postuli, hefur eflaust viljað það á sínu tíma, en hann skildi eitt. Við búum ekki í því ástandi að geta leyft okkur að krefjast þess að við séum alltaf velkomnir. Því að þegar þú ferð að skoða málin, þá það svo að miða við þessi ritningar tala og predika fyrir okkur, þá við fallin sköpun. Við komin úr vilja Guðs, við fallin frá lifanda Guði, við heyrum ekki í Guði og við viljum því miður fara þá leið sem okkur sjálfum líst best. Og þetta ekki athyglisvert? Þegar við förum að skoða þessi merkilegu mál, þá getum við skilið þetta með því sem að við förum inn í syndarfallið. Við tökum það fyrir og sjáum að með þess að Guð almáttugur sem kom kvöldstund eina og ætlaði að tala við Adam og Evu og njóta samfélags við þau, og þau fengu að sjá og njóta samfélags við Guð. Fengu að tala við hann, fengu ráð hjá honum, og eitthvað var það til þess að Adam og Eva fóru að tala þetta merkilega tungumál sem að þau töluðu. Því að þau töluðu ekki dýramál. Þess vegna segir Biblían við okkur að við ekki þróuð, við ekki komin af hvorki öpum í einhverjum öðrum dýrum, þess vegna tölum við ekki dýramál, við sköpuð af Guði og Guð talaði og kendi Adam tungumál. Og það hin lifandi tunga og hið merkilega að Adam, hann talaði við Guð. Svo getum við séð hvaða breyting á sér stað, og nú aðeins fer ég með ykkur inn í fyrstu Mósebók og við lesum bara það sem að hún segir við okkur þessi gríðarlega athyglisverðu mál. Fyrst það að við vitum að Guð talaði við Adam og Adam féll því miður í synd. Og í þriðja kapitula fyrstu Mósebókarinnar þá einmitt greint frá falli mannsins. Og það segir þetta hér: en þau heyrðu til Drottins Guðs sem var að gangi í aldingarðinum í kvöldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir Drottni, Guði, millum trjánna í aldingarðinum. Og það var þetta fyrsti feluleikur sem við sjáum í mannkynssögunni, að maðurinn, hann vildi fela sig fyrir Guði, skapara sínum. Og leið og sú tilfinning kom upp, þá vissi Guð að það var ekki allt í lagi með Adam og Evu, það var ekki allt með feldu. Og þau höfðu sjálf ekki alveg skilið hvað hafði gerst. En Guð kallaði á þau. Og svo segir, Guð kallaði þeim á mann og sagði, hvað ertu? Hann sagði, ég heyrði til þín í aldingarnum og var hræddur, af því að ég nakinn og ég faldi mig. En hann mælti, hver hefur sagt þér að þú væri nakinn? Hefur þú etið af trénu sem ég bannaði þér að eta af?
Og mér finnst það svo athyglisvert að þessi eina litla synd, getum við sagt, þessi synd sem að maðurinn gerði, hann hlýddi ekki Guðs orði, hún hafði varanlegar breytingar á Adam og Evu. Það var eitthvað sem laugst upp fyrir þeim, þau áttu sig á því að þau voru nakin. Það kom ný skynjun inn í þeirra líf og einmitt það gerist þegar við syndum gegn Guði og við prófum einhverja nýja tegund syndar, þá ljúkast augu okkar upp. Og yfirleitt það að þegar menn synga á tvennt sem gerist. Þeir vita að þeir hafa syngað, það var kannski ánægja einhverja stutta stund, en svo nagandi samviskubit. Svo var eitthvað sem kom yfir, það var yfirleitt skömm sem fylgdi. Og við erum að heyra það núna, meira að segja að unglingar þeir eiga mjög erfitt með að líta sjálfa sér réttu að auga þegar þeir eru búnir að prófa eitt og annað og saurga sál sína eða líkami. Nákvæmlega sama gerðist með Adam og Evu. Þetta ævafort, við mennirnir erum nefnilega gerðir svona. Svo ef ég lesa aðeins áfram, þá fer ég hérna með ykkur inn í kaflan Nóa og hann segir frá því í 7. og 7. kapitula 1. Mósebókar að Guð, hann var svektur út í mannin og hann vissi það að hann ætlaði ekki að láta mannin lifa endalaust, því að það segir svo. Þá sagði Drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum. Með því að hann einnig hold, verið dagar hans nú 120 ár. Á þeim tímum voru rísetnar á jörðinni og einnig síðar og synir Guðs höfðu samfarið við dætur mannana en þær fættu þeim sonu. Það eru kapparnir sem í fyndinni voru vísfrægir. En Drottinn sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en illska alla daga. Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafði skipað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Þá ákvaðan, ég vil afmá mennina á jörðinni, vegna þess að það var illska í hjarta þeirra alla daga. Og þessi þáttur, hann kemur líka fram í orðum Páls postula þegar Páll að ræða við Kóruntumenn stöðu sína. Þá var hann einmitt að benda á að illskan sem postuladómurinn fékk á sig, hvernig mennirnir svívirtu, lítilsvirtu, vanmátu postulan. Þetta vegna þess að sá sem af Guði fæddur, hann á það til að fá inn með þessa smán yfir sig. Og ég segi það við þig, kæri áheyrandi, vertu ekki svektur, þó að einhver lítilsvirði þig og smáni þig fyrir það að þú stendur á því sem að orð Guðs segir. Ef þú upplifir lítilsvirðingu og smánun, skömm og útskúfun, þá upplifir þú nákvæmlega sama og postulinn talaði Þú ert á komin í alveg það sama og Guð talaði á sínum tíma. Hann fekk ekki að vera þáttakandi í mannlegu samfélagi hjá Adam og Evu. Honum var ýtt út vegna þess að það var ákveðin skömm sem var yfir þeim. En sjáu þið hvað Páll segir síðan. Hann mat þetta rétt og átta sig á því að þessar gjafir sem hann hafði fram að færa og þessi blessun sem Drottinn vildi leggja til safnaðarins, það var einkenni á því að hann áttaði sig á og þurfti að meta að Drottins orð, það myndi vera vekjandi orð fyrir alla þá sem að komu að þessu merkilega máli. Sjáu þið svo. Ég ætla að fara með ykkur aðeins inn í fyrra Korinthubréfið og við förum inn í 7. kapitula. Þetta bara framhald af því. Og þá kemur þetta kaflinn sem að fjallar að vera sættir við Guð fyrir Krist. Hann segir hérna í 7. kapitulanum, sem samverkamenn hans ámunum við yður einnig, að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Og alltaf hann að brýna menn að varðveita náðina og varðveita samfélag sitt við Drottinn. Eilíti frama, segir hann, ef einhver í Kristi, hann skapar hann í hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Allt frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist
og gaf oss þjónustu sáttagjörðarinnar. Svo heldur hann aðeins áfram og talar eins og þjónustu sáttagjörðarinnar. Og það alveg stórmerkilegt. Þá segir hann, í engu vilju vera neinum til ásteytingar, til þess að þjónustan verði ekki fyrir lasti. Og sjá hvað hann leggur til. Þjónustan sem hann hafði, þjónusta sáttagjörðarinnar, það var alltaf verið að reyna að eyðileggjana eða lastana. Svo segir hann við okkur í fjórða versinu í 7. kapitulunum. Á allan hátt sýnum vér að við erum þjónar Guðs. Á allan hátt sýnum vér að við erum þjónar Guðs. Og hugfest þetta. Hér postulinn að tala og hann að innmynda undirstrika þau einkenni sem gerir það verkum að hann þjónn drottins og við megum viðurkenna hann sem þjón Guðs. Og hvað dregur hann fram? Kraftaverkin, undrin, vatnin sem klofnaði? Nei, það var allt annað sem var hjá Páli. Hann segir, með miklu þolgæði í þrengingum. Strax fer hann í það, í nauðum, í angist. Það var þolgæðið í þrengingum, í nauðinni og í angistinni. Þessi karaktereinkenni, eins og ég vil nefna þetta, eða þessa breyting á skapgerðinni eitt af veganesti og mikilvægasta veganesti sem að þú getur ræktað með þér. Guðs þjónninn, hann þarf að læra að uppbyggja sig og búa til, leyfa Guðs anda búa til karakter, persónuleika sem að Guð hefur unun af eiga samfélag við. Við getum öll breyst. Það kjarninn í kristinni trú. Hið gamla var það engu sjá nýtt orðið til. Þetta þjónusta kristninnar. Og þess vegna svo mikilvægt á okkar tíma að við einmitt drögum þessi atriði fram vegna þess að það má ekki láta undir höfu leggjast að kristin trú umbreytandi trú. Það má ekki láta undir höfu leggjast að maðurinn á þá von að við getum farið úr svika kringumstæðum, úr blekkingunni og gengið inn í sannleikan, inn í breytinguna. Við getum breyst við það að Jesús Kristur gerir sér dýrlegan í okkur. Og hvernig fer hann að? Sál frá Tarsus vissi það. Hann nefnir sín einkenni. Hann vissi alveg hvernig hann var áður. Og skoðum þetta aðeins nánar. Lesum svolítið meira. Förum í 5. versið. Undir höggum þá sýndi hann þolgæði. Í fangelsi sýndi hann þolgæði. Í upplaupum, í erfiði, í vökum, í föstum, með grandvaleik, með þekkingu, með langlindi, með góðvild, með heilugum anda, með falslausum kærleika, með sannleiks orði, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar, í heiðri og vanheiðri, í lasti og lofi. Við erum álitnir afvegaleiðendur en erum sannorðir. Dásamlegt. Mér finnst þetta svo merkilegt að Páll skuli nefna þetta við kórnundu menn vegna þess að hér var hann að draga fram þau einkenni sem að postulinn fær að reyna og sem þú og ég fáum líka að reyna þegar við göngum inn í postuladóm Páls. Hvað segir hann svo? Við erum álitnir afvegaleiðendur en erum sannorðir, óþekktir en þó alþekktir, komnir í dauðan en samt lifum við, tiftaðir og þó ekki deyddir, hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt. Einkennilegt að postulinn skuli einmitt nefna þessi atriði. Hann var fús til að miðla og fús til að gefa. Og hvað segir þetta mér? Þetta segir mér það að karakterinn, einkennin sem að Biblían talar Jesúm Krist, þau höfðu mótast og yfirfærst á postulan. Það sem drottinn Jesús var þekktur fyrir, það var postulinn líka þekktur fyrir. Og þegar við göngum Kristi á hönd og hann velur okkur til þjónustu, þá fáum við einnig að reyna þetta. Ekki fari fílu út af því þó að einhver smáni þig. Ekki verða svektur þó að einhver lítilsvirði þig. Ekki fara í fílu og ekki flýja af hólmi og ekki gefast upp þó að þessi einkenni séu einmitt einkenni á þínu lífi.
Því að ef svona einkenni eru á þér sem boðberi fagnaðarerindisins, þá veistu að þú ert gengin inn í postuladóm. Þú ert gengin inn í þjónustuna við Jesú. Þú ert orðin samverkamaður hans og það eru bara forréttindi og ekkert annað. Ég lít þannig á að þú og ég eigum þessi forréttindi, aðgang af þeim vegna drottins. Hvers vegna er þetta forréttindi í mínum huga? Jú, það er einmitt vegna þess að þessi viðbrögð sem Páll er að nefna hér eru frá heiminum sem hafði ekki látið frelsast. Þetta er frá fólki sem er ekki að erfa Guðs ríkið. Þetta er frá mönnum sem að vilja ekki vera samverkamenn Krists, sem að hafa ekki fengið að endurnýjast eða vera endurskapaðir, hafa ekki gengið Guði á hönd, svo drottinn fái móta þá. Þess vegna er fjandskapur settur. Það er fjandskapur milli manna, milli þeirra sem boða orðið. Og sjáu hvað þetta er síðan athyglisvert. Þegar Páll nefnir þetta líka, ég ætla að fara með ykkur inn í Efesusbréfið, og það er afskaplega sterkur þáttur sem að hér kemur fram, að hann dregur inn með þessi einkenni fram í Efesusbréfinu. Þá segir hann við okkur hvernig hann leggur til að við fáum að vera drottning, ganga Guði á hönd þegar hið nýja kemur fram. Og ég ætla aðeins að benda ykkur á 4. kapitula í Efesusbréfinu. Þá segir hann, sérhverjum af oss var náðin veitt, í förum í 7. versið. Sérhverjum af oss var náðin veitt eftir því sem Kristur úthlutaði honum. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga, gaf mönnum gjafir, steig upp. Hvað merkir það annað en hann hefur einnig stigið niður í djúpi jarðarinnar? Sá sem steig niður og sá sem uppsté og upp yfir alla himna til þess að fylla allt, og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru trúboðar, sumir hirðar, sumir kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té líkama Krists til uppbyggingar. Og hér erum við innmitt að þessu sem að Páll er að tala um. Þess vegna fekk hann að reyna alla þessa höfnun og þessa erfiðleika vegna þess að vissi að hverju hann stemdi. Líkami Krists fekk innmitt þessa uppbyggingu sem að þú og ég eigum hlutdeild í. Ég ætla að fara með ykkur líka í Filippíbréfið, því að það sem að skiptir máli fyrir okkur er að við sjáum hvernig Páll postuli leggur ævilega sömu málin fyrir. Hans karakter kemur fram innmitt öllum þessum bréfum. Þá segir hann keppir að markinu. Það er Filippíbréfið 3. kapituli. Og þegar hann keppir að þessu merkilega marki, þá sjáum þið ekki svo að ég hefði þegar náð því, þetta er 12. versið, eða sé þegar fullkomin, en ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlað það, með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú. Bræður, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt gör ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er, og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Þetta hugafar skulu við því allir hafa sem fullkomnir erum. Og ef þér hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera yfir þetta. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Hugafarið. Einmitt þessi gata sem við höfum komist á. Og til þess að við förum í þetta merkilega hugafar sem einkenndi lífið, einkenndi persónuleika Páls og einkenndi viðbrögð hans þegar allt virtist vera honum mótdrægt og erfitt. Þá lét hann ekki afvegaleiðast, hann var alveg öruggur, hann var mjög sáttur og sæll og kom með þetta svo skemmtilega fram. Og sjáu hvað hann segir, ég ætla aðeins að fara með ykkur aftur inn í Kórintubréfin, vegna þess að þetta eru orð sem eru sannarlega í tímatöluð og ég notaði mikið fyrir mig. Þessi orð eru mér til hjálpar og ég tek núna, fer með ykkur í 2. Kórintubréf 4 og sjáu þið, Páll er að tala, maðurinn sem að verður fyrir smán. Þá segir hann, með því að við höfum þess að þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, þá látum við ekki hugfallast
Og sjá, takkið eftir, hann heldur hugafarinu opnu. Við höfnum allri skammalegri launung, við framgöngum ekki með fláttskap né fölsum Guðs orð. Heldur birtum við sannleikann og fyrir augliti Guðs skírskotum við til samvisku hvers manns sjálfa oss. Og þá einmitt komið að þessu merkilega máli. Að skírskota til sjálfa okkar. Ég tel að það eigi að vera einkenni á Guðs þjóninum. Hann á að taka marka orði Guðs og það eigi að móta mig svo ég geti með djörfung sagt, gerið þið eins og ég geri. Farið þá leið sem ég fer. Því að ef að orð Drottins mótandi Guðs afl í okkar lífi, í mínu lífi, þá mun það breyta mér. Og ef að orð Guðs fær breytt mér, þá getur það líka breytt þér. Þá áttu von. Og það svo mikilvægt að við sem ætlum að vera þjónar Guðs, við framgöngum ekki í fláttskap né fölsum Guðs orð. Við erum ekki með Guðs orð til þess að vera pólitískt rétthugsandi. Við förum ekki með Guðs orð til þess að vera samþykktir í vinstri flokkum í pólitík eða hægri flokkum í pólitík. Við erum með Guðs orð til fallinnar kynslóðar, til fallinna manna. Hvort sem þeir eru hægra megin eða vinstra megin í pólitík. Hvort sem þeir eru öfugir eða ekki. Hvort sem þeir eru svona eða öðruvísi. Það skiptir engu máli við hvað maðurinn að glíma. Alltaf maðurinn að glíma við áhrif og afl syndarinnar. En til þess að við megum vita að Drottinn hefur gefið okkur náð, þá vill hann taka þig frá synd og frelsa þig og leysa þig frá synd. Við höfnum allri skammalegri launung. Við framgöngum ekki fláttskap né fölsum Guðs orð, heldur birtum við sannleikann. Þetta sálu hjálplegt orð. Og það skiptir svo miklu máli fyrir þig og mig að við áttum okkur á því að orð Drottins eru líf og nægtir. Og sjáu þið síðan, ég ætla bara að benda ykkur á það sem Páll postuli segir þegar hann talar sjálfan sig. Fyrir því látum við ekki hugfallast. Jafnvel þótt vor ytri maður hörni, þá endurnýjast dag frá degi vor innri maður, þrenging voru skammin og léttbær og aflar oss eilífra dýrðar með stórum yfirgnæfi yfir allt. Við horfum ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Við horfum ekki á hið sýnilega stundlegt, en hið ósýnilega eilíft. Við vitum að þótt og jarneska tjaldbúð verði rifið niður, þá höfum hús frá Guði. Vonin kemur allstaðar fram í því sem Páll postuli að nefna. Og svo að síðustu, ég ætla að enda þennan þátt með þessu merkilega orði. Og það kannski, það passar inn í það sem að þú og ég eigum að hafa sem Guðs menn. Sjáu hvað Páll segir. Það fyrir að Korinthubréf 11, fyrsta versið. Verið eftirbreytindur mínir, eins og ég eftirbreytandi Krists. Megum við ekki einmitt setja okkur á þann stað. Og ég ekkert að tala að við séum að hreykja okkur neitt upp. Ég bara að tala að við göngum út fyrir herbúðir. Við setjum okkur á þann stað að þegar við boðum Guðs heilaga orð, þá það vegna þess að Guðs orð hefur haft áhrif á okkur. Það hefur breytt okkur. Það hefur gefið okkur náð til þess að við vitum fyrir hvað við stöndum. Og ef að Páll gat leyft sér þetta, verið eftirbreytandi mínir eins og ég eftirbreytandi Krists, þá mátt þú segja, hvort þú prestur eða óvígður maður. Ef þú treystir orðum Drottins, að þá máttu segja, Guð, leyfðu þessu að eiga sér stað hjá mér. Sem samverkamenn hans. Það ekki það sem við erum að tala um? Og ekki einmitt þetta því að við erum góð ilmur Krists. Fyrir Guð meðal þeirra hólpnir verða og meðal þeirra glatast. Þeim síðan nefndu ilmur af dauða til dauða en hinum ilmur af lífi til lífs. Hvað erum við þá að segja og hvað erum við þá að tala um? Við erum einmitt að leggja áherslu á að það sem Drottinn vill að komi fram hjá þér og mér sé þessi umbreytandi kraftur, sé þetta umbreytandi fagnar erindi, að það var Guð sem breytti oss. Og tilfellið þegar við fer að skoða þetta. Þegar Guð skapaði himinn og jörð, áður en nokkuð fór að gerast, þá talaði Guð. Hann kom með orð sitt.
Nákvæmlega sama getur átt sér stað með þig. Því að þú ert af sama efni og jörðin. Þú ert 70% vatn og svo ertu alls konar steinefni og slíkt. 30% af einhverjum steinefnum og kolefnum og slíkt. Og þegar Guðs orð fær talað inn í þinn huga, að þá munt þú einnig fá að breytast. Vegna þess að þetta snýst það að þú hafi rétt hugafar í þessum málum. Sjáðu nú ætlum ég enda bara með því að benda þér á 10. kapitula í seinna Kórinthubréfi. Þá segir Páll þetta hérna: þótt við lifum jarðnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarðneskan hátt. Og gott að vita þetta. Við erum hér á jörðinni, en við lifum ekki endilega á jarðneskan hátt. Ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að samtími minn hafi eitthvað álit á mér. Ég er bara hérna núna. Það skiptir öllu máli að samtíminn fá að heyra að Guðs orð hljómar frá mér. Að ég gangi Guði á hönd og ég leyfi Guði nota mig og mína rödd til þess að flytja þér sannleikann sem mun aldrei á grunni ganga. Og ef þú tekur þennan sannleika inn í þinn huga og þitt hjarta, að þá mun þessi sannleikur breyta þér alveg eins og hann hefur breytt mér. Og sjáu svo, lesum aðeins áfram. Því að vopnin sem við berjumst með er ekki jarðnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sig gegn þekkingun á Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Þetta er einkenni kristins manns. Þetta er einkenni hugafars postulans. Hann áttar sig alveg á því að það sem Kristur fékk að upplifa frá heiminum, höfnun, útskúfun, smán og skömm. Það var hrækt á Krist og sagt spáðu. Hver hrækt á þig? Hann var barinn í framan og sagt spáðu. Hver sló þig? Hann var gerður að skömm. Og það var einmitt það sem menn áttu sig á að einkenndi krossdauða Jesú. Og þessi skömm, hún vill oft á tíðum koma yfir kristna menn í syndugu samfélagi. Þegar við áttum okkur á því að Drottinn, hann er ekki Guð, hann er ekki frelsari á Íslandi, þá vitum við að það kemur skömm yfir þetta land. Þú ert með hugafar sem þú þarft að rækta. Og megi Drottinn sannarlega veita þér hlutdeild í þessu sterka hugafari að þú hertakir hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og við erum þess albúnir að refsa sérhverju óhlýðni þegar hlýðni yðar er fullkomin orðin. Og að hverju erum við að fara? Jú, innan skams. Þá verður nýr tími á þessari jörð. Innan skams þá mun allt breytast. Og það er svo merkilegt að við fáum í dag að njóta þess að vera í náðartíma Jesú Krists. Í næsta þætti þá langar mig til þess að við förum aðeins inn í það sem Páll postuli talar að verði innan skams. Og það sem verður innan skams er einmitt fyrir þá sem núna hertaka hugsun sína og leyfa orði Guð stýra því hjá okkur hvað er rétt, hvað er rangt. Mat okkar á því hvað er synd og hvað er ekki synd. Það verði samkvæmt orði Guðs. Ekki eftir mínu áliti eða mínum tilfinningum, heldur hvað segir orðið. Það er nefnilega Guð sem er búinn að segja okkur hvað er synd, hvað er til heilla, hvað er til réttlætis og hvað er til skammar. Leyfum orði Drottins tala til okkar og þjáningar þessa heims verða léttvægar þegar við erum með Jesú Kristi í gegnum allt, í gegnum þykkt, í gegnum þunnt. Hann er með okkur, enda segir hann sjá, ég er með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Taktu við Drottni, leyfðu orði hans rætast í þér. Hertaktu hverja hugsun þína til hlýðni við Krist, verðana saman við ritningarnar. Megi Drottinn blessa þig. Þakka þér fyrir hlustunina og ég mun biðja fyrir þér í Jesú nafni. Amen.